Við höfum alloft hér við rauðaborðið fjallað niðurskurð í menningu, oftast fjárhagslegan en stundum kannski mætti bara tala andlegan niðurskurð að borgarfulltrúarnir okkar séu ekki nógu menningarlega sinnaðir, átti sig ekki nægilega vel á hlutverki sínu og mikilvægi menningar og lista. Og það hafa sem dæmi mjög oft orðið breytingar til þess verra á störfum tónlistarskóla í Reykjavík síðustu áratugi. Margt fagfólk komið hér að rauðaborðinu og lýst áhyggjum sínum og gremju vegna öfugþróunar og skorts á fjármagni. Og ég rak fyrir nokkrum augum á Facebook rak augun í færsluverkefni sem að kallast skólatónar að ég hygg og eftir því sem ég best veit einhvers konar samstarfsverkefni Árbæjarskóla og tónlistarskóla Árbæjar og þetta verkefni hefur verið fellt niður ef ég skil málin rétt vegna niðurskurðar verkefni sem hefur verið í gangi síðastliðin 4 ár og mér skilst að milli 300 og 400 nemendur hafi fengið kennslu þarna á hljóðfæri endurgjaldslaust sem svo sannlega til fyrirmyndar og skapar jöfnuð manna á millum en núna úr sögunni. Og til að ræða þetta kominn Stefán S. Stefánsson. Vertu velkominn. Takk fyrir. Hvernig tengist þú þessu verkefni? Ég skólastjóri í tónlistarskóla Árbæjar Já. Og fékk þessa hugmynd fyrir cirka 4 árum. Að við getum notað okkar sérþekkingu inn í grunnskólakerfinu til þess að veita fleiri nemendum aðgang að hljóðfærakennslu endurgjaldslaust. Og við gerðum þetta með því að setja upp dálítið flókið svona tæknilegt verkefni sem að var sem sagt með ákveðinni tækni þannig að við gátum sinnt 12 börnum í einu í raun og veru. 6 gítarleikurum og 6 píanóleikurum og við höfum 2 menntaða tónlistarkennara til þess að sinna þessu verkefni og þau kenndu þetta sem sagt í reglubundið í grunnskólanum þannig að krakkar fóru úr grunnskólatíma í hljóðfæratíma og síðan tengdu við þetta öðrum viðfangsefnum innan tónlistarkennslu eins og sköpun og þau voru að semja tónlist með ákveðinni tækni sem kannski var langt að fara út í hér en það sem þetta gerði var að þetta veitti þeim innsýn inn í hvað tónlistarnám og hugmyndin var þessi að gefa öllum tækifæri og það voru allir í árgangi 4. og 5. bekkjar sem fengu þessa tíma veita þeim tækifæri á því að fá snertiflöt og innsýn inn í tónlistarnám og ef þau vildu svo þá gátu þau eftir sig heima vegna þess að allt stóðefni var veflægt með öðrum orðum það var á netinu þannig að kennslutímar voru á netinu þannig að þau gátu farið heim og ef þau áttu eitthvað ljómborð eða eitthvað gítar eða eitthvað slíkt þá gátu þau haldið áfram að æfa sig þar. Það hljómar til mikillar fyrirmyndar. Það var afskaplega mikil ánægja með verkefnið. Það ekki. Bæði töldum við vorum mjög ánægðir í tónlistarskóla Árbæjar með þetta og við vorum að sjá þetta nemendur stígu upp sem hefðu gríðarlegan áhuga á tónlist og tónlistariðkun sem að vissu það kannski ekki fyrir að því þau einfaldlega höfðu aldrei fengið tækifæri að prófa. Mikil ánægja innan grunnskólans, samstarfið gekk vel. Þetta var mjög ódýrt verkefni með það sem að þá fjármunir sem eru settir í tónlistarkennslu í það heila en því miður þá lenti þetta undir hnífnum núna og var skorið af og við erum að hætta þessu vegna þess að það var ekkert fjármagn núna eftir 4 ár til að halda þessu áfram. Hugmyndin var alltaf svo að þróa þetta meira og meira og bæði tæknilega og námslega og það hafði þegar átt sér stað töluvert mikil þróun í þessu svona hvernig við nálguðumst námið, bæði með við kynntumst nemendum betur og þarna voru til dæmis kom upp aðstæður sem að við áttum náttúrulega ekki von á þegar við byrjuðum en það kannski 1/3 úr bekknum að tala annað tungumál
að þegar að tónlist kemur að þá tungumál ekki Fyrirstað. það ekki fyrirstað, nei. Þannig að okkur fannst eins og þeir nemendur sem að ekki endilega töluðu íslensku þeir einhvern veginn gátu nálgast þetta meiri skilningi heldur en kannski íslenskt námsefni sem að þau þurftu að lesa eitthvað slíkt. Bara hornsteinn í inngildingu? Það mætti segja það, sko. Og það sorglega í þessu raunverulega að það var mikill meðbyr með verkefninu, sko, innan skóla- og frístundasviðs. Og það voru allir mjög jákvæðir í garð þessa. Þetta uppbylti þessi helstu það sem að borgin vill helst sjá, það er að segja að það voru allir sem fengu þetta, það var engu mismunað, þetta var endurgjaldslaust, börn þurfti ekki að greiða krónu fyrir þetta og þetta var ódýrt, þetta er upp á staðið, sko. Þannig að það vakti mikla furðu mína þegar að loksins kom þessi niðurstaða neðan að borga að þetta ætti að skera niður, en þegar að hlutirnir eru skoðar í stóru samhengi þá kemur í ljós að sko ef þú skoðar frá bara árinu 2008 þá voru 900 milljónir sem fóru í rekstur tónlistarskóla og í tónlistarskólanám það árið. 900 milljónir árið 2008? Já. Framreiknað fram í daginn í dag gerir það 1900 milljónir. Ok. Framlagið hins vegar 2024 og þegar að þetta er framreiknað þessar 1900 milljónir eru 1300 milljónir. Já. Þannig að þarna munar 600 milljónum, hvorki meira en í minna, og það gildir á við 30% niðurskurð á fjárútlátum vegna tónlistarnáms í Reykjavíkurborg. Já. Og á meðan á þessu tímabili þá er 16% fjölgun Reykvíkinga. Og það segir bara sína sögu að þetta er bara stöðugur niðurskurður. Þráttur í góðan vilja borgarfulltrúa, og ég hef aldrei heyrt borgarfulltrúa sko tala með neikvæðum hætti tónlistarskólanám. Ég sjálfur sé ekki námið, sko, en það eru deilur fyrirkomulagið eins og það er í dag. En það er svo allt annað handleikur, en bara fyrir borgarbúa þá þurfa þeir að vita að það hefur verið stöðugur og mjög mikill niðurskurður í þessum málaflokki. Og á meðan þetta gerist að þá eru samið hér innleiðingu tónlistarkennslu og tónlistaráætlunar fram til 2030. Það talaði tónlistarborgina Reykjavík og hver Grammy-verðlaunahafinn á fætur öðrum stígur í pontu og lýsir yfir sko mikilvægi tónlistarmenntunar. Rannsóknir hrannast upp sem benda á jákvæða áhrif tónlistarmenntunar á börn og fólk almennt, ekki bara börn, heldur líka fólk á öllum aldri. Og því miður þá hefur virðist metnaðurinn ekki hafa verið meiri en svo að þessi stóri niðurskurður sem að næri langt aftur, þetta sem að gerðist núna með þetta verkefni sem að er bara dropi í hafið af þetta með þeim fjármunum sem þarna fara fram. Sko, ég var einfaldlega bara þetta var svona dropin sem fylgdi mælinni á mér. Ég fannst þetta svo frústrerandi að því þetta var svo jákvætt verkefni fyrir börn og taka þetta í burtu einhvern veginn fannst mér vera, svo ég segi bara alls vegar, skít, bara ansi skít. Það er svona að skrifa þessa færslu. Já. Og það er svona að rækja augun í þetta, annars verður ekki hér. Annars verður ekki. Það var gott hjá þér. Já. Að gera það. Það þarf að tauta við sko. En sko ég hef fylgst með þessari þróun eiginlega með skelfingarsvip og eins og ég nefndi í inngóngnum þá hafa margir komið hingað að þessu rauða borði undangengin ár og
lýst fyrir mér hvernig alltaf verið að þrengja meira og meira að starfi tónlistarskóla og skilningurinn á hérna mikilvægi tónlistar sé ekki í verki, hann í orði en hann ekki í verki. Sumir segja að það hafi betur verið haldið á málum þegar íhaldið var við stjórn í Reykjavíkurborg heldur en í seinni tíð. Ég veit ekki hver langa sögu þú hefur eða hvort þú leggir mat á það. En sko að hve miklu leyti liggur vandinn í því að í Reykjavík eru skólarnir einkareknir en ekki á vegum sveitarfélagsins eins og víða út land og þar finnst mér, ég bjó nú 25 ára á Akureyri, þar finnst mér önnur umræða og þar eru ekki biðlistar, brjálaði biðlistar eins og hér, ég meina ef þeir eru þá eru þeir allavega styttri. Hvað treystur þeir að fara út í þessa sálma? Já, það er ágætt að ræða það vegna þess að sko málefni tónlistarskólan hjá Reykjavíkurborg. Þessi málefni hafa verið heita kartaflan í umfjölluninni. Það vill enginn taka máli raunverulega og kannski bara, afgreiða það svona endanlega. Nei. Þannig að sko hvort sem að tónlistarskólar eru einkareknir eða hvort eru reknir af sveitarfélaginu, það gleymist stundum að Reykjavíkurborg rekur 4 mjög öfluga tónlistarskóla sem eru skólaþjónustur hér í Reykjavík sem frábært verkefni og ég sem blástuhljóðfæraleikari fagna því að sjá öll þessi börn að spila blástuhljóðfæri og það starf sem unnið það glæsilegt og mjög vel gert. Og hins vegar hinir skólarnir, þeir eru síðan, þetta svona margvíslega flóra af skólum, þeir eru ólíkir. Við erum með Suzuki skóla, við erum með kórskóla, við erum með gítarskóla sem eingöngu fókusirinn á gítar og við erum með marga tegundir af svona fjölbreyttri flóru af skólum og ég held að það sé af hinu góða. Ég held að sé engum greiði gerður að hafa alla tónlistarskóla alveg eins. Það held ég sé ekki góð hugmynd og hins vegar náttúrulega þurfa skólarnir að sanna fyrir borgarbúum að þeir séu til þess hæfir að sinna þessu erindi. Og þá gleymist svo oft í umræðinni að tónlistarskólar eru menntastofnanir og þeir eru ekki bara menntastofnanir í orði heldur á borði líka vegna þess að það liggur til grundvallar aðal námskrá sem gefin út af menntamálaráðuneytinu. Þannig að við erum bundin sömu kröfum og grunnskólarnir í raun og veru. Okkur ber að kenna samkvæmt aðal námskrá og okkur ber að greiða laun samkvæmt kjarasamningum stéttarfélags hljóðfæraleikara og félag tónlistarkennara. Þannig að í raun og veru það er ekkert að líta á þessar stofnanir sem einkafyrirtæki og þessi einkafyrirtæki þau ráða miklu meiru sitt starf. Þú sæir til dæmis ekki fyrir þér eitthvað verktakafyrirtæki sem að inni samkvæmt einhverju aðal verkskrá múrarasambandsins eða eitthvað slíkt. Þeir bara gera það sem að fyrir líkur og það gera það á hagkvæmasta hátt sem að en við erum hins vegar bundin í báða skó. Við verðum að kenna samkvæmt þessum kröfum til þess að einfaldlega uppfylla ákvæði þjónustusamninga og við verðum að sinna öllu þessum atriðum sem okkur gert bæði í sambandi við kjarasamninga sem eru mjög flóknir og mjög ítarlegir og þeir snerta líka námið. Þannig að bara til dæmis svo ég nefnir sem dæmi að nemandi á framhaldsstigi, kennari sem kennir nemandi á framhaldsstigi, hann fær meira greitt heldur en einhvern sem hann kenna á fyrsta stigi eða grunnstigi. Þannig að
það að tala einkarekstur í þessu samhengi bara næri ekki alveg fótfestu, er mín skoðun allavega. Ef að við varum að tala einkafyrirtæki sem að hefði bara þyrfti ekki að fara eftir einu eða neinu, að þá væri hér náttúrulega uppi allt annað ástand, sko. Af því að fyrirtækjarekstur er náttúrulega bara, hann er eins og hann er, ég meina, menn reyna að afla meira heldur en þeir setja út og setja í plús eftir, en þeir hafa þessar kvaðir. Og svo er síðan eru sem sagt yfirlýst markmið Reykjavíkurborgar meðal annars að meira samstarf við grunnskóla og yfirlýst markmið er sem sagt að það sé jöfn dreifing á milli borgarhverfa. Þetta er allt saman fínar yfirlýsingar og það er meina vel, en raunveruleikinn er sá að eins og með minn skóla, tónlistarskóla Árbæjar, sem kennir mikið inn í grunnskólum, víða í Árbæjarhverfinu, að við förum þarna inn með okkar hljóðfæri og fáum aðstöðu og slíkt, og það næsta sem að borgin gerir er að krefja okkur húsaleigu inn í grunnskólanum, inn í öllum grunnskólanum. Nánast allir grunnskólanum sem að krefja okkur húsaleigu, sko. Og þeim er bara gert að gera það. Og stóra umkvörtunarefni borgarbúa eru há skólagjöld, og Reykjavíkurborg veit að manna best að hærri tölur í rekstrakostnaði leiða af sér hærri skólagjöld, eins og til dæmis leiga í öllum þessum skólum. Þannig að ég hef oft sagt við það, Reykjavíkurborg er dálítið flækjufótur fyrir sjálfum sér að koma þessu þannig fyrir að þetta gæti verið sem með bestum hætti. Já. Og þá ekki svona há skólagjöld og svo maður bara til dæmis bara bera þetta saman, af því að ég sagði á þann að tónlistarskólar eru menntastofnanir og þær eru með sömu kvaðir og aðra menntastofnanir eins og grunnskóli, framhaldsskóli og þar fram til götunum, að Reykjavíkurborg hefur aldrei reist einasta tónlistarskóla. Nei. Aldrei byggt tónlistarskóla. En hún hefur byggt alla þessa grunnskóla og þess að þannig að hvað ég segja, tónlistarskóla hliðin á þessu er hálfgett olnbogabarn. Já. Og það er líka ákveðin mótsögn í því að við erum með þjóðaróperu, er það ekki? Jú. Sem er frábært. Og sá endi, það er gott að það er hugað að honum, en það verður líka hugað að hinum endanum. Það er sjálfsögðu. Og það er kannski ekki hugað að þeim enda sem skildi. Já. Og ég hef nú unnið alls konar fréttaskýringar fyrir blöðin sem ég var áður að vinna á og svona þessi mál, og ég sá bara hugmyndin hjá borgarfulltrúum einkatíma. Hún var bara mjög margir borgarfulltrúar, þeir sjá bara ekkert vit í einkatíma, þeim finnst þetta bara einhver svona gömul elitísk hugsun að krakkar í tónlistarskólum bara þurfa einkatíma, er ekki að kenna þeim öllum í hópi og eitthvað svona. Það hefur orðið eitthvað svona menningarlegt rof, finnst mér þarna. Ef ekki að orða það frekar að þetta sé kannski vankunnáta og skilningsleysi af hvað tónlistarnám er. Jú, kannski. Mér finnst það freka að vera þannig, þeir sem tala með þessum hætti, þeir kannski vita ekki hvað tónlistarnám er að svo miklu leyti sem að þú ert alltaf ná framförum í tónlist. En það eirir ennþá svona eftir af gömlum viðhorfum í tónlistinni sem eru á útleið, myndi ég segja. Og það er til dæmis þessi hugmyndafræði að allir þurfa að koma inn og spila verk eftir stóru klassikerana, Beethoven, Bach og félaga, og það sé bara hið eina sanna tónlistarnám. Tónlistarnám er að breytast gríðarlega og í öllum þeim tónlistarskólum sem ég þekki til, það er mikla breytingar á efnisvali, mikla breytingar á kennslu aðferðum, áherslur á aðra hluti en endilega
þessa tækni þætti allan saman sem að margir þekkja úr tónlistarnámi og við sjáum bara að sko heimur tónlistamanna hann líka breytast og flakka meira á milli sviða og flakka á milli sviða, klassik yfir í jazz, yfir í pop, yfir í rock og svo framvegis og ekki bara það, heldur líka sko tónlistamenn og tónlistakonur sem að þeirra helsta hljóðfæri kannski þessi elektróníska umhverfi sem alast upp í og kannski spila lítið á hljóðfæri en eru snillingar í að vinna með tæknina með sína tölvur og forrit og hljóð og allt þetta þetta bara nýr heimur sem að og við erum að horfa framan í þetta og svo lítum maður á aðalnámskránna og hún frá 2000 eða 2002 eða 2000 það var allt breyst síðan það var allt breyst og það segir manni náttúrulega bara að aðalnámskrá í hvaða skóla sem það hún þarf að vera lifandi plagg sem í sífelldri endurnýjun sko. Og við erum bara að sjá sko allt aðra flóru tónlistamanna og þar að leiðandi markið sem að þú setur þér í tónlistanámið, það alltaf að breytast það að verða fjölbreyttar og hér áður fyrir það man ég svona sem blásari sko flesti mínu samnefnendur þeir voru með hugmyndir að komast í symfóníuna eða eitthvað slíkt sko eða vera aktífir í svona þessum mainstream tónlistaheimi en nú þetta bara gjör ólíkt og það svo gott dæmi sko að einn okkar helsti tónlistar maður eða kona skuli koma upp úr þessum geira sem Björk sem kemur úr þessum elektróniska geira, hún kemur ekki upp úr klassiska geiranum og það segir bara sína sögu sko. Þegar ég heyri nú orðið slagorðið Reykjavík, tónlistaborgin finnst mér að hljóma fremur falskt og veiklulega eins og söngvararnir segja þú þarft að styðja við tónin með þyndinni. Þetta segir þau í þessari færslu til marks að það þurfa að fara saman, hljóð og mynd. Já, ég bara leiðrétta það misskilningi, ég vil nú ekki meina þegar fólk talar tónlistaborgin að það sé falskt. Heldur átti þetta að vera músikalst falskt, sko. Það bara, það eiginlega stemmir ekki alveg inn í hljóminn. Og það þarf náttúrulega að vera, það eru mjög falleg og flott markmið sem að Reykjavík búin að setja sér og almennt mikil metnaður sko í þessum markmiðssetningum og hvað skil jafnvel í verklistum og slíkt en það skortir á efndirnar. Það bara að vil nú stundu vera þannig sko. Já. Það var ekki annað í boði þegar ég hóf námi í tónlistarskólanum í Mývatnssveit fyrsta árið heldur en hóp blokkflaututími. Já, þú er neitt sem ég hitti sem að... Þú hefðir ekki viljað vera þar. Nei, En ég sá í athugasemdum við færsluna eina að Magnað segir að sjá öll börnin í einni skólastofu að spila á eitthvað annað blokkflautu. Já. Ég get bara sagt þér það sko, sem hljóðfæraleikari sko, virðing mín á blokkflautu jókst til muna þegar ég stýrði upptöku með henni Kamilu Söderholm, frábær sænskur blokkflautuleikari. Þegar ég loksins skildi þetta hljóðfæri bara ég kem ekki nálægt þetta er svo erfitt hljóðfæri, þetta er svo flókið þetta er svo viðkvæmt og Þetta er ekki gott hljóðfæri fyrir byrjendur. Já, þú getur spilað sko A, B, C, D en ekki mikið yfir það sko. Þegar þú komið þangað þá ég bara segja sko þetta er miklu erfiðara hljóðfæri en fólk heldur sko. Já, en ég líka að tala við blásara þannig að þér er ekki vænt öll blástusljóðfæri. Mér þykir mjög vænt blokkflautu líka sko, en ég bara get ekki spilað á hana sko. Hún aðeins svo erfið við regna sko. Já, en sko ég er að reyna að stilla þessu upp sem einhverju þróun og skilningsskorti og eitthvað sem gerist frekar hægt og þú tekur kannski ekki eftir í frá ári til árs en ef þú berðið mitt saman lengri tímabil þá bara klípur því í handlegginn eins og þú verður að gera með nefnilega fjárveitingar bera saman peningana sem að fara núna í eitt og áður
og sko svo ég haldi áfram með athugasemdirnar við fæsluna þína. Einn segir að Stefán Jón Hafstein, hann hafi nú sagt sem borgarfulltrúi hvort það væri ekki bara nóg að einkatími í tónlistanámi væri 15 mínútur og eitthvað svona. Ég veit ekkert hvort ég satt eða logið, en það sem ég veit er að þessi hugmynd einkatímana, hún hefur mætt vaxandi mótstöðu, hefur bara fundist í svo ég vitni aftur til vinnu minnar fyrir blöðin áður fyrr. Ég man að Píratar fyrir nokkrum árum. Þeir voru bara á þeirri skoðun að einkatímar, það þyrfti ekki einkatíma. Það bara allt var fengið með þessum stóru skólaljómsveitum og öllu því og þannig bara átti að spara fjármuni og allt það. Og sko, ég held að einkatíminn, hann sé bara hugmyndin einkatíman, sé í ákveðin útrýmingarhættu. Já, fyrir að fyrsta þá verðum að samt að horfa á það að einkatími er örugglega dýrasta kennsluform sem getur fundið. Það er það sem að blasir við þessum aðalum sem að er að tala með þessum hætti. Þeir sjá peningarna sem í þessu, sko. Ég segi á móti að allar þær sögur sem ég hef heyrt og hef upplifað sjálfur, hvað einkakennari á hljóðfæri getur haft mikil áhrif á líf fólks. Og þá er ég ekkert endilega bara að tala um að þú geta að spila Rachmaninoff eða eitthvað erfitt stykki, heldur er þetta bara sko þetta að fara í gegnum tónlistanám með góðum tónlistakennara er þroski og þroskaferill og það er svo margt sem þú þarft að sko fara í gegnum og bara þú er að hafa þrautseina til að komast í gegnum hluti og ef þú ert með góðan einkakennar sem hjálpar þér að komast í gegnum þetta þá hefur þetta bara svo gríðaleg áhrif út í lífið og ég held ég geti mætt hérna með tugi einstaklingar sem ég hef talað það sem að þeir segja þessa sögu að einkatímar hjá þessum og þessum kennara hafa veitt sér gríðalega mikla bara lífsfyllingu og þroska inn í lífið og við skulum ekki gleyma því líka að einn á einn er að verða ansi sjaldgæft fyrirbæri í dag. En þess vegna held ég að það sé að hugmyndin einkatíman sé að veikjast. Já, ég er alveg sammála því, sko. Já. En ég er að segja, sko, að þetta návíi tveggja einstaklinga og ég meina, það var þetta kent í öll þessi ár, sko, því maður fær sögurnar skírnina sem var hjá fisketunum helgina og svo fær maður sögur af þú veist að afið sig hafa verið að deyja eða eitthvað og krakkarnir þurfa að spjalla, sko. Það er svo margt sem á sér stað þarna og síðan er sameiginlega viðfangsefni að ná þessum viðfangsefni sem þeir eru að fást við og ef réttar á spilunum haldið þá er þetta gríðarlega mikilvægt, ekki veit, þetta er bara svo mikilvægt að byggja manneskjulega síðan, sko. Heldur en að vera til dæmis með hóptíma, en þeir eru líka mögulegir, en þeir verða að vera innan ákveðins ramma, sko. Og hér vel að merkja bara svo ég gerir grein fyrir því ert þú preaching to the choir, því að ég naut þeirra gæfu að fá einkatíma hjá alveg frábærum tónlistar leiðbeinanda og suma mínum börnum hafa átt þeirri gæfu að fagna að eiga allt sitt undir frábærum tónlistarkennarum í einkatímum. Þar hafa stóru ævintýrin orðið. Ég trúi því. Þannig að bara svo því sé haldið til haga, það er ekki ég sem vil grafa undan þessu formi. Ég hef áhyggjur af þessu formi. Það er full ástæða til. Og mér dættur í huga að spyrja það núna bara persónulegar spurningar. Var einhver áhrifavaldur í þínu lífi sem að bera ábyrgð á því að þú varst frábær tónlistarmaður? Já, ég hef þín orð fyrir að ég sé frábær tónlistarmaður. Ég veit, þú varst að segja mér að þú hefði verið í hljómsveitum sem að bara er á því líka stjörnulistanum hjá mér. Ég náttúrulega gamli kennar minn frá Boston sem hétt Joe Viola, mikill snillingur. Hann hafði mikil áhrif á mig og ekki bara mig heldur, þú veist, það er bara liggur við heilt söfnuður í fyrrum nemendum hans sem að tala svo hlýlega hann, sko. Já. Hann var algjör snillingur, sko, á hljóðfarið. Já.
en hann var svo hóvar og hann var svo einhvern veginn svo manneskjulegur. Hann hefði svarað eins og þú. Já, Þegar ég sagði já, hann hefði gert það, sko. Og hann hafði gríðarlega mikil áhrif og líka, sko, áhrif hvernig ég kendi og það var nú ein rannsóknin hér árið sem að hvað svo á að tónlistakennarar, þeir kenna yfirleitt öðrum eins og þeim að kent. Þannig að þeir læra svolítið kennsluna af sínum kennurum. Já. Og ég meina stundum kom það fyrir, ég var nú með fjölskyldu þarna út í Boston og maður náði ekki að æfa sig og maður kom skömmustilegur í tíman og hann bara, þú veist, þetta er bara svona, skilur, þú bara vinnur fyrir næsta tíma, sko. Þetta var svona svolítið hjá mér. Þannig varstu semst að blása í saxofóninn. Já. Ég semst var við Berklee College of Music í Boston. Frábærskóli. Já, frábærskóli og það gerði mér afar gott en þar kynntist ég líka kennurum sem að ég myndi ekki vilja hafa og það var svona þetta ameríska viðhorf, þú veist, að bara ef þú getur þetta ekki þá dauðmiki, bara þú farið ekki að vinna í þessum bæ lengur eða eitthvað slíkt, sko. Það er svolítið, það var svona ákveðið hörkusjónamið, sko. Sem ég lendur betur fyrir ekki mikið í en var þarna til staðar og er. Þannig að já, ég myndi segja að hann hafi svona haft mikil áhrif á mig hvað þetta varðar. Einmitt. Nú er aðeins snúnar að fara í nám til Bandaríkjanna, heldur en var þegar þú varst þarna? Já, ég kem þannig eiginlega sko á, hvað ég var að segja, svona snúningspunktinum á þróun háskólanáms í Bandaríkjunum. Þegar ég kem þarna 1980, þá var þetta ekkert óviðránlegt, þetta var mjög dýrt, sko. Og ég man að ég réði við þetta, ég átti peninga, ég var búin að vinna yfir sumarið og svona, átti peninga til að borga skólagjöld og svo fekk maður námslán. Og átti pening til að henda á listabálið? Já, heimir. Þvílík fjárfesting. Já, þvílík framtíð. Já. En svo kem ég þarna út og bara árið sem að ég er þarna, fyrsta árið sem ég er þarna, þá er Ronald Reagan kosinn, sko. Og þá byrjaði bara þessi þurrð til háskólana að þeir bara draga úr öllum fjárveitingum og þá byrjaði skólatin að hækka skólagjöldin og þá byrjar þessi, hvað ég var að segja, þetta snýr upp á sig einhvern veginn og bara verður alltaf dýrar, sko. Og síðast ég vissi þá var þetta skiptið einhverjum 8-10 milljónum, sko, þannig bara önnin, sko. Já. Og nú eru bresku tónlistarskólarnir sem að margir krakkar hérðan sóttu áður líka hafa stökkbreyst skólagjöld þar eftir Brexit. Já, er það, já. Og þannig að umferð Íslendinga í tónlistarheiminum, hún er aðeins að breytast, hún er að leita meira til meginlands Evrópu og það er að koma ný lönd inn og svona. Það finnur sér allt einhvern farveg. En sko, fyrst sem sagt er allaga einkatímanum og núna er allaga líka að hópkennslunni, getur maður sagt. Já. Þetta er ekki gott. Hver var rökstuðningurinn í bréfinu frá Reykjavíkurborg? Hvernig réttlættu þeir þetta? Hann var nú enginn. Hann var enginn? Það var bara, það finnst ekki fjármagn í þetta verkefni. Finnst ekki fjármagn í þetta verkefni? Þar alveg er þetta bara stutt og laggott. Já. Og þetta er náttúrulega, svona verkefni er aðeins fyrir utan þennan venjulega ramma, sko. Já. Og ég veit ekki hvernig kaupin gerast á eyrinni hérna niður frá, en þetta var þetta var ekki rökstutt. Það hefði líka verið erfitt vegna þess að þeir voru margótt búin að lýsa mikill ánægju með verkefnið og þannig að það hefði orðið dálítið skrítið að hlusta á rökstuðningin að því, sko. Já. En ég vil taka það fram að allt þetta fólk sem ég átti samskipti við, þetta er alltaf vilja gert, þú veist, og skilur mikilvægið. En svo þegar hólminn er komið og eitthvað tekur upp tek eftir það, þá gerast þessi hlutir, sko. Og núna bara í dag, ef ég man rétt að þá var verið að tilkynna framhaldsskólakennurum 7,1% niðurskurð á fjárveitingu til framhaldsskóla. Já, það sagði mókin okkur í morgun.
Já, ég vona að hann hafi ekki logið þessu en Nei. hérna, ég á ekki vona því en Já. það sýnir bara sko já, það sýnir hvað á maður að segja svona ákveðið metnaðarleysi gagnvart sko þessum þáttum samfélagsins en sem þeir upp eru staðið þá held ég að það séu þessa greinar sem að munu hafa mikil áhrif til þess að við réttum úr kútnum úr fjárhagslega sko. Og einhvern veginn samofið sjálfsmynd okkar. Það er það, já. En svona er þetta og hérna ég vona bara að það fari að tíðkast sá siður sem að því miður kannski hefur ekki alveg tíðkast hingað til að þegar þegar valdhafar gefa út yfirlýsingar glæsta framtíð einhvers eins og tónlistarnámsins og tónlistarborgarinnar Reykjavík að efndirna fylgi með. Já. Því miður þá bara verði ég að segja sem svo að efndir hafa því ekki fylgt með. En nú er tækifæri og það er verið að kynna nýjan borgarstjórnar meirihluta í dag. Já. Og er það ekki bara að herja á nýtt fólk og reyna að skapa skilning sem hefur farið forgörðum? Ég myndi sko halda að það væri afskaplega sterkur leikur í stöðunni fyrir tónlistarskólann í Reykjavík er bara einfaldlega að fræða sko borgarfulltrúa hvað tónlistarskólakerfið er. Já. Þannig að þetta er ekkit einfalt sko. Nei. Og ég held að sko það væri hægt að ná einhverju niðurstöðu sem að væri kannski meiri sáttum niður frá, niður í borg ef að allir væru vel upplýstur eðli þessara skóla sko. Og ég held að engin meirihluti hvort sem hann nefnist vinstri meirihluti eða hægri meirihluti vilji verið þessu valdur að leggja niður tónlistarskólakerfið sko. Nei. En rennur ekki hýru auga til tækifæra með nýju meirihluta núna? Ég er svona hvað maður að segja maður er náttúrulega eins og margir kollega mínir er dálítið þreyttur á hérna bara bugaður? Nei, ekkert bugaður það er bara, maður er svolítið þreyttur á því að berja haustum við steini stundum sko. Já. Þannig að það er búið að taka vonuna frá þér? Nei við látum það nú ekki gerast nei en ég vil bara sko ítreka það að tónlistarnám er svo mikilvægt að svo miklu fleiri atriðum heldur en bara músíkin sjálf heldur er það svo margt annars sem fylgir og ég nefnist þetta sem dæmi sko að þegar ég var hérna í Boston sko þá eignuðist konan mín barn eða við eignuðist barn náttúrulega og við fórum á svona klinik sem svona lítið læknastofa sem voru 3 læknar og konan mín er ekki ennþá búin að fyrirgefa mig sko en þeir voru allir tónlistarmenntaðir einn var með sko gráði í hljómsveitarstjórnun annar með gráði í píanóleik og hinn var með gráði í ykkur almennri músík og alltaf þegar við komum í skoðun sko þá bara töluður ekki við hana vildi endilega spjalla við mig músík sko og þetta var svona gegnum gangandi að við mentuð fólki sérstaklega að þeir voru með tónlistarmenntun og einn af einhverju tagi sko. Og að hverju þetta segir mér þess að sögu? Ég er bara að segja verna þess að þetta virðist sko tónlistarnám styrkir annan nám. Já. Og það eru rannsóknir sem að og þetta er stundum það eina sem annað fólk skilur? Stundum já nema að upplifa að fá að prófa tónlistarnám sjálft sko. Já, ég veit. Þannig að ég held að sko ég held að sá sem að sko fer á mis við tónlist í lífinu hann sé bara mun fátakari en sá sem að nær að koma tónlist inn í líf sitt hvort sem það er hlustandi, flytjandi njótandi eða hvað sem það er sko. Ég er líka glattið með einu sem þú kannski ekki veist allavega í Japan, þá eru stór fyrirtæki þar farin að skáta krakkana sem að klára æðstu gráður í tónlistarnámi og jafnvel þótt sko unga fólkið fá ekki
aðalatvinnu á tónlist vegna þess að við veitum að það ekkert rosalega gott bett að fara í framhaldsnámi í músík. Það er frekar fáir sem hafa lifibrauð af þeirri list. En sem sagt, það aukinn hvati til þess að láta draumana rætast vegna þess að stórfyrirtæki í Japan, þau eru farin að sjá að jafnvel þótt strax við útskrift, hvað sem verður þessa krakka, hvað sem fá inn í einhverjum sinfóníuhljómsveitum með eitthvað svoleiðis, þá búið þau yfir ákveðinni yfirburða hæfni. Og það sé búið að þjálfa þau og skóla þau í ákveðin tegund og hugsun og þau séu með sínum aga og vinnubrögðum búin að sanna sig. Þannig að sem sagt stórfyrirtæki eru farin að leita sérstaklega eftir útskrifuðu tónlistarfólki með háar gráður í störf sem að kannski tengjast ekki beint tónlist og þetta er svona eitthvað sem er svolítið gaman að tala um. Já, þetta svo ég haldi áfram með þetta einn góðu vinur minn Íslendingur sem var að nema hana við MIT verkfræði. Já. Ég kynnti svolítið af félögum hans og svona Amerikanar sem voru í kringum hann, kollegar og samnemendur og það það sama. Já. Það var annað hvað maður með tónlistarmyndun. Það var furðulegt, sko. Já. En, sko, ég held bara að við þurfum að hafa miklu meiri metnað við Íslendinga fyrir, sko, þessum greinum, þessum, hvað þetta nú kallað, skapandi greinar þegar ekki? Jú. Fellur þetta ekki undir þar? Jú. Sko, við þurfum að hafa meiri metnað vegna þess að það er svo margt annað sem við fylgjum með. Já. Hugmyndaauðgi og síðan er sko bara til með tónlistamenn þeir eru komin í langt og þeir eru þjálfar í að leysa vandamál sko. Já. Það er bara þeir eru að æfa þig þá ert að leysa vandamál þú veist að komast í gegnum hindranir og ýmislegt þess að það sko. Kunstinn að koma fram sjálfsöryggi. Það til dæmis eitt sem að sko ég hef í mínu starfi hef upplifað hvað eftir annað sko að sjá títrandi sko 10 ára nemandi að koma upp á svið og komast í gegnum píanóstykki sitt og ganga svo niður á sviðinu og hann orðið meter harri sko. Verðandi ráðherra sko. Þetta spila náttúrulega allt inn í sjálfstrausti og sjálfsímyndina þú veist að geta þetta og tónlistskóla er náttúrulega bara þjálfun í þessu. Já. Og það er löngu liðin tíð að sko, allir þeir sem að fara í tónlistarnám megi að vera atvinnumenn. Það er enginn sem að sko, það er bara allt annað hlutur. Eins og það þurfa að vera til skólar sem eru fyrir slíka nemendur og þeir eru náttúrulega til eins og Listaháskólinn og fleiri. Já. Ég ætla að segja það að lokum að þegar ég hóf nám við tónlistarskólann í Mývatnssveit sem hann var bara að opna þegar ég var krakki þá var ég vitni því að við krakkarnir á sveitabæjanum við fengum bara öll tækifæri til þess að læra hljóðfæri og ég held að þetta hafi ekki kostað neitt sko. Þetta var bara þetta var rosalega fallegt svona samvinnu, félagslegt hugsjón og átak og tónleikum þá var alveg ljóst að minnstakosti annar hvor nemandi hafði enga tónlistarhæfileika en það var gaman hjá öllum þangað til bara fólk hætti og það var engin félagsleg breyta í þessu, engin stéttaskipting þetta var algjör svona jafnaðartæki svo 100 árum seinna þá flytti ég hingað frá Akureyri til Reykjavíkur og stelpa mín sem er efnilegu pínuleikari hún hefur nám í Allegro frábær skóli og fekk frábæran kennara Kristinn Örn og ég segi allt gott um hennar skóla en það olli mér áhyggjum strax á fyrstu nemendatónleikunum ég þekkti bara í gegnum sjónvarpið eiginlega alla foreldra nemendana sem voru að spila þarna og ég var að leita svona hinnu almenna barni með hinnu almennu foreldra hinnu ósýnilega barni með hinnu ósýnilegu foreldra, ég bara fann það ekki og síðar hef ég verið svona mjög upptekinn að leita eftir stéttaskiptingu í tónlistarskólum, eftir efnahag eða eftir einhverju, ég veit ekki hverju og ég sem sagt tónlistarskólinn í Mývatnssveit sem þetta allsherjar jafnaðartæki ég er hræddur að það hafi eitthvað skólast til á þeirri braut skólagjöld eru nú bara býsna há í dag
frístundastyrkurinn dugar bara eitthvað pínulítið upp í þetta og ég held að margt bendi til þess að það sé einhvers konar neðanjarðar kerfið þarna sem að deilir út tækifærunum og gæðunum og svona og þetta er náttúrulega eitthvað sem enginn vill tala þetta er alltaf viðkvæmt. Þú átt við að stéttaskipting í samfélaginu komi fram í tónlistarskólum? Já, við það að tónlistarskólarnir hér í Reykjavík sem eru kannski með 100 manna biðlista eða eitthvað að þetta sé ekki lengur það sem að þeir átt að vera að öll börn fengi tækifæri til þess að læra músík kannski einhverjir frábærir hérna ungir krakkar sem eru bara ekki með tengslanett og það er ekki efnahagur á heimilinu sem að verða aldrei músikantar vegna þess að þetta sé ekki lengur það sem að það átt að vera og það sem að var í Mývatnssveitinni minni árið 1970. Já, ég Þú þarft ekki endilega að bregðast við Nei, ég veit alveg hvað þú ert að fara, sko, skildi að það er náttúrulega afskaplega dapurlegt þegar maður hefur heyrt að fólk eigi ekki fyrir þessu námi, sko. Það er alveg vissulega til en eins og ég sagði hér í byrjun viðtalisins, sko, þá hefur skólanum ekkert verið gert neitt sérstaklega auðvelt fyrir rekstrarlega. Nei, ég er svo sannarlega ekki að saka skólanum okkur eða greið. Nei, og ég skilði alveg hvað þið, sko. Þetta sýnir bara svolítið, sko, að stærðargráðan hérna í Reykjavík, hún gleymist aldrei, sko. Við getum ekki borið saman Garðabæ og Sandgerði og Reykjavík. Þetta eru bara allt aðra tölur það er uppi staðið og eins og ég sagði þegar ég var að reykja hérna niðurskurðin eða samdráttinn það er ekki bara samdráttur í fjárveitingum heldur var hér tekið upp til dæmis á sínum tíma, ég man ekki ártalið af því að nemendur úr öðru bæjarfélagi mætti ekki koma hér fengi ekki fjárveitingu samkvæmt þjónustusamningum í Reykjavík ef maður var á Kópavogi eða Garðabæ og þetta var náttúrulega ekkit annað en þá þurftu tónlistarskólarnir að sækja til Kópavogs að Kópavogi greiddi með þessu nemanda og það var nú ekkit alltaf svo það var í samþykkt í þessum sveitarfélögum ég nefni bara Kópavogi sem dæmið en nemendur voru að koma allstaðar hér í kring og síðan er sett á núna hvað allir sé langt síðan svona 10 ára eitthvað leiðis þá settur á aldurstakmark þannig ef þú ert 18 ára þá er ekki greitt með tónlistarnámi fyrir því og þetta bara í mínum huga sko, að góður íslensku meikar engan sens þú ert 17 ára og ert að briljera á píanó og svo verður 18 ára og þá bara allt ínu klifta á þetta allt saman sko. Og þetta er ekkit annað þessar aðgerðir er ekkit annað en dulinn sparnaður og þetta er ekki inn í þessum tölum sem ég nefndi hér í upphafi sko. Þannig að það er vegið að þessu og við erum bara ekki nóg metnaðarfull Íslendingar í garð sko grasrótarinnar vil ég meina. Nei og þurfum að vera miklu betur og verði gagnvart því að þetta verði ekki eitthvað svona forréttinda ástundun. Já, ég held að Íslendingar vilji það ekkert, hvort það er sko. Þú veist, við erum öll sósíaldemókratar þó að við köllum okkur eitthvað annað. Já. Þá viljum við ekkert svoleiðis og en það eru valdhafarnir sem að leggja línurnar og þeir hafa gert það á brendi og þurfa bara að gera það í orði líka. Þakka þér fyrir komuna hér að rauða borðinu Stefán S. Stefánsson. Ég vona að fyrri ákvörðun verði breytt og að krakkarnir fái áfram að njóta þeirra tækifæra sem við erum sammála að eru dýrmæt og mikilvæg. Takk fyrir það. Takk fyrir spjaldið. Og þakka ykkur kæru hlustendur og áhorfendur fyrir samveruna í kvöld. Við slítum þá rauða borðinu með þessum ágætu orðum. Ég vil hvetja ykkur til þess að fara inn á samstöðin.is ef þið hafið ekki komið í verk að styðja okkur fjárhagslega en finnst við eiga það skilið að þið styðjið okkur fjárhagslega
Við værum náttúrulega ekki hér með þessa dagskrá ef ekki nyti stuðnings frá ykkur, kæru styrktaraðilar eða áskrifendur eða hvað maður á að kalla ykkur. Inn á samstöðin.is finnið þið hnappinn áskrift og fyrir aðeins 2.750 krónur höldum við áfram að búa til dagskrá fyrir þig. En þetta fínt í kvöld, við sjáumst aftur klukkan 8 annað kvöld, verið sæl.